þátturinn aftur eftir smá tæknilega örðuleika, en síðan þú fluttir út 2017, þú hefur fylgst grannt með gangi mála. Ég hef náttúrulega fylgst grannt með gangi mála hjá KR eðlilega og ég náði að koma heim og vera viðstaddur þegar við unnum þarna 2017 og 2018 horfði ég á þetta og ég sá einn leik 2019. Þannig að ég er búinn að, og svo náttúrulega ég með hérna Hjalti Már bróður minn, litli bróður, hann kominn inn í stjórn og Kolbrún Heiða, systir mín, hún komin inn í meistaraflokksráð kvenna, þannig að ég er með tengingar þarna, ég fylgist með. Ok. Og hvernig hefur þið litist á þína menn núna í vetur? Þetta ekki dálítið svona, þetta öðruvísi KR-lið en oft áður, eða ekki? Jú, þetta allt öðruvísi. Ég bara verð að segja, ég ánægður með það sem að Darri er að gera og hérna, ég var nú að vonast til meira frá þessum hérna Brandon. Við virðumst að unnið Ganalotto með Tyler en ekki þessi Brandon virðist ekki vera í því leikformi sem að menn töldu að hann yrði, hann með flotta ferilskrá. Þannig að flott að hoppa á kappan en hérna heilt yfir þá bara líst mér bara þokkalega vel á þetta. Þetta náttúrulega stórfurðuleg deild að því leyti, ég meina við erum að spila hérna og fyrirkomulagi, það 9 leikir held ég á 30 dögum. Ég vona að sjúkraþjálfarar landsins séu í startholunum fyrir leikmenn af því að þetta bara ekki fordæmi fyrir þessu. En hérna, mér líst vel á það sem KR er að gera, en þetta verður strembinn vetur, þetta verður strembinn tímabil fyrir liðið, það í transition og hérna, það gæti verið að við þyrftum að bolta sjá á eftir bikarnum. Já, þannig mann náttúrulega boltaði niður bara í DH-höllinni en hérna, við þurfum að sjá hvað gerist. En við gefumst ekki upp, hver veit nema Brandon hérna taki lýsi og komi sér í form og verði sá leikmaður sem menn bjuggust við. Já, menn að hefði maður ekki þá haldið ef hann með gott CV og ætti að virka í þessa deild, menn að nú helviti löng pása. Verður hann ekki bara jaskað út þá á fullu þá og komið í stand og verður þá klár þegar keppni hefst eftir? Það hlýtur að vera, það hlýtur einhver þjálfari að vera með hann á fullu, hann örugglega hlaupandi upp og niður eiskrandan hérna og fá seltuna í andlitið og allt á og koma klár. Ég meina það eða bless, ég bara þekki ekki nógu vel en hann hlýtur að vera að hann sé að vera hérna að koma honum í stand. Því að það vantar, það augljóst það sem að vantar það smera kjötin í teginn, við sjáum það að hérna, við erum ekki að vinna frákostunarbaráttuna en við erum samt að vinna allavega 50% leiki á þessu small ball kerfi sem að og bara búið að vera gaman að horfa á okkur, þessi Tyler náttúrulega, þetta náttúrulega bara skemmtikraftur. Það ótrúlega þessum gaurum. Algjörlega. Og mér finnst svo athyglisvert með hann að allar þessar pælingar með þessar gaura í hvaða skóla voru og hvort þeir að koma úr einhverju flottu prógrami. Og meina fyrstu deildarskólar eigi alltaf að vera bestir, segir sagan, en þessir bara hérna þriðju deildarskóla. Þannig að það koma svona klassa leikmenn sem í alvöru rullu þar og annað sko þannig að. Ég alveg hjartanlega sammála því, við höfum séð í gegnum tíðina menn sem hafa verið að koma úr smærri skólum hafa oft verið að virka bara betur sko. Þannig að ég held að sé engin ávísun á hvað þú getur úr hvaða skóla eða prógrami þú kemur. Þetta líka oft byggist þetta bara á karakter sko. Það ekki allir sem fúnkera í þessu umhverfi, það ekki allir sem fúnkera að koma hérna til Íslands sem atvinnumæður körfubolta. Nei, og bara myrkur allan sólarhringinn, þetta í kringum jólin. Algjörlega. Það ekki til alla. En þessi leikur á morgun þá, þú náttúrulega ekkert mikið fylgst með mínum mönnum, en svona, séð ykkur úrslit og annað, hver tilfinningin fyrir leiknum á morgun? Þetta verður erfiður leikur að sjálfsögðu, ég meina Grindavík kemur kannski skemmtilega óvart með að Sigtryggur fer þarna rétt fyrir mót og Dagur meiðist, en ég kom mér hissa á að Kristinn hérna Pál skildi fara frá Njarðvík, ekki Palli hann ekki í stjórn ennþá í Njarðvík eða eitthvað í kringum þetta? Já,
ekki í stjórn allavega núna. Nei. En Það komur óvart en mér fannst það bara frábært hjá honum að skipta umhverfi vegna þess að hann svona virtist vera aðeins að stana en hann Já, að standa sig vel. frábær alveg. Já, Óli Hóla náttúrulega bara ótrúlegur, ótrúleg manneskja og ótrúlegur leikmaður og hann búinn að vera að standa sig vel og svo virðist þið hafa fengið góða erlenda leikmenn. Þessi Jónas, hvað hann, ekki Eysti? Ég held að KR hafi nú eitthvað verið að skoða hann í síðasta haust. Þannig að hann að standa sig vel. Þannig að ég held að Grindavík, ég held að Daniel eftir bara að halda áfram að gera góða hluti með þetta lið. En leikurinn á morgun náttúrulega verður spennandi. Ég vona að hægt verði að horfa á hann einhvers staðar. Þetta yfirleitt skemmtileg leikir þegar að KR og Grindavík mætast, þannig að ég get ekki annað en spáð KR sigri, þú veist það. Nei, sjálfsögðu verður að gera það. En þú munt geta hort á hann, ég myndi að spyrja kannski út í það, þú ert út í Danmörku. Við erum komnir með þetta, ég held að þið eruð að sýna ykkar leiki í gegnum Ós, það ekki? Jú. Þannig að ég skal bara senda þér link á eftir, þetta verður bara auglýst, hann verður sýndur á okkar á morgun, okkar Ós, þannig að þú getur keypt hann fyrir einhvern, mann ekki 1500 kall eitthvað svoleiðis. Flott. Þannig að, en þú náttúrulega getur ekkert hort þegar ég í beinni á Stötu Sport. Nei, ég á ekki að geta það, en stundum getur maður með einhverjum krókódílaleiðum, en Krókódílaleiðum. En ég náttúrulega bara með KR TV og næ þeim leikja sem eru sýndir þar og ef þeir eru beinni á Stöð 2 Sport og þá eru þeir sýndir KR TV upptakan eða sýnd beint eftir leik. Já. Ertu með skoðun á því? Ég ætla nú bara, ég ætla að segja mína skoðun á þessu. Mér finnst svolítið súrt að liðin megi ekki sýna beint þótt að sé beint á Stöð 2 Sport. Ég get ekki ekkert. Liðin fá ekki borgað frá Stöð 2 Sport. Þau eru að missa fólk sem allir myndu koma í húsið, náttúrulega ekki í dag, náttúrulega allt það. Ég sé ekki okkur ætti ekki verið í lagi að sýna bara í beinni líka á netinu fyrir þá sem það vilja. Já, á móti kemur þetta erfitt en á móti kemur náttúrulega að Stöð 2 Sport að gera alveg ótrúlega vel fyrir íslenskan körfubolta og ég held að þeir eigi bara fá að njóta vafans þó að við viljum náttúrulega sjá allt og allt sé mögulegt en ég held að þeir eigi að fá að njóta fyrir það góða verk sem þeir eru að gera. Algjörlega, en mér finnst svona bara pínu skekkja því á sama tíma og þetta frábær þjónusta við hinn almenna körfubolta áhugamann. En ef fólk vil frekar vera heim í stofu og nýta sér þessa frábæra þjónustu, þá er fólki ekki að koma í húsið og einhvern veginn þarf að reka þetta. Já, þetta er náttúrulega balans, þetta er náttúrulega ótrúlegur balans. Já, ég mun reyna að setja hnefann í borðið og bara að liðin megi sína líka í beinni. Það er fullt af liðið svo þú sem að býr erlendis, sem vill geta sína í beinni, sko. Klárlega. Þetta er góð þjónusta fyrir okkur. Já, en það verður örugglega ekkert hlusta á mig frekar en fyrir daginn, þannig að það er bara... Nei, það er mjög ólíklegt. Ég er svo lítill, skilur, það skilur, svo jafnvel hlusta á þig, þú veist, en ekki svona lítinn titt eins og mig, það er bara... Nei, það held ég ekki. En við alltaf búumst bara við hörkuleik fyrirfram? Já, ég held að verður gaman. Bæði lið verða eiginlega að vinna, sko. Þetta er pakkið hann í miðinni. Við erum 4-4 og þið eru 5-3, þannig að... 5-3, já. Þannig að augljóslega vill Grindavík skilja KR eftir 2 sigurleikjum frá og þetta vill KR ekki detta á eftir Grindavík eða þessum pakka sem fyrir ofan. En þetta er svo ótrúlega snart, þetta er svo hratt mót, margir leikir, skömmum tíma. Skrítin úrslit. Já. Men þetta gæti allt eins og orðið bara slátrun á annarkvort veginn á morgun. Nákvæmlega. Það er ekki að vísa hann að róa einhvern veginn í þessu. Ekki í þessu frekar en öðru, en vonandi ef að Brandon verður ekki brandari, þessi var góður, hann verður ekki brandari, nákvæmlega, ef hann stendur sig vel,
og næra að halda í hérna stórum mönnum og hjálpa okkur í frákostabaratunni, þá held ég að við eigum góðan séns. Já, og minna Grindavík þarf nú væntanlega svona reyna aðeins að hægja á honum Tær. Ég myndi telja að það væri, ég held að myndi telja. Já, ég held að Daniel eigi eftir að fara við það með sínum mönnum inn í klefa fyrir leik. Já. Stoppa þennan mann. Herðu, þá held ég að séu komnir bara með ágætis mat. Bara takk fyrir spjallið. Miklu frekar. Áfram Karfa. Áfram Karfa, nákvæmlega.